Eiríkur Ingi Jóhannsson, vertu hjartanlega velkomin í sjókastið. Takk fyrir. Gaman að fá þig, ég svolítið vandrað með það hvernig ég að kynna þig inn, það eru svo margir titlar. Ég veit að ég geti kynnt þig sem skipstjóramann, ég geti kynnt þig sem vélstjóra, vélvirkja, rafvirkja, forsetaframbjóðanda, ofurhjólara, hverju er ég að gleyma? Það eru nokkru atriði viðbóti, en á það ekki við flesta líka. Ætli það ekki. Ég held að við verðum bara að byrja á byrjuninu og taka þetta í svona hálfgerðri tímaröð. Ég þarf eiginlega að byrja á því bara að vita, Eiríkur, hver ert og hvaðan kemur? Herri, ég er svona hálfpartinn garbaðingur. Ok. Ég náttúrulega fæðist á þessu stóru húsi hérna, rétt í okkur eins og flestir, á Landsspítalanum. Svo flytti í hús foreldra móður minnar, sem unga barn, og er þar alltaf með annan fótinn, alveg fram með uppeldi, en síðan kynnist mamma mín að kanna upp á velli þegar ég er ungu drengur og fer með Bandaríkjana og hann var langgöngulið þar í Marine Corps og þar ólst ég eiginlega fram að fyrstu táningsára á hann. Ok, þannig að þú var stoppað stutt eftir fæðingu á Íslandi? Íslandi? Nei, ég var náttúrulega í einhvern 5-6 ár, en fór náttúrulega líka erlendis í 9 mánuði til sýstu móður minnar til Tennessee. Ok. Því ég var eitthvað 2-3 ára. Síðan fer ég aðalega til Kaliforníu og Hawaii, ég frá 6 ára til svona 14 ára aldurs. Voruð þið þá að var móðinn og þú óhjákvæmilega með, voruð þið þá að elta starf, sem sagt, uppeldis föðuðins? Ég hafa nú ekki svo mikið flokka okkur þar, þau kynnast þér og síðan fler hún út til Kaliforníu og ákveður að gifta sig bara í Kvelli held ég. Og síðan flytti við til Hawaii og svo aftur til Kaliforníu, þannig að það var ekkert svo rosalega mikið flakka á okkur. Nei. Hann var sem sagt í sjóhernum bandaríska. Nei, hann var í langgönguliðinu. Langgönguliðinu fyrir ekki, Marine Corps. Já. Engin skvinn, sko. Nei. Og hvernig var að alast upp í Bandaríkjunum? Þetta var náttúrulega bara ævintýri, sérstaklega að vera á Hawaii og það. Kaliforníu var alveg frábært og svo náttúrulega elst maður upp í þessu tímbili sem allir eru að dýrka í dag, þessi 80s tímbili í Bandaríkjunum. Þannig að þetta var alveg fína minningar á þessu og mikið ævintýri að búa á Hawaii. Já, ég trúi því. Hvernig var þér tekið sem svona Íslendingi í þessu umhverfi? Það nú verið þannig að Bandaríkjamenn uppgöt ekki að ég sé útlendingur. Nei. Fyrir en ég segi það sjálfur. Já, ok, þannig að þú ert talar eins og einfættur. Já, það tekur mig. Ég vissi aðeins lengur ég komist í gang núna aldrei en því ég var yngri, en það tekur bara 2-3 vikur og þá er allur heimur og tunguflækingar farnir. Ok, en svo flyttið til Íslands og þú sleist úlingsskólnum í Garðabænum eða? Nei, ég vann í Garðabæn í smá stund og svo fór ég í sveitina upp í Hrútafjörð. Upp í Hrútafjörð? Já. Ok. Og hann til mig bara verið Hrútfjörðing og kallaði mig það. Þú ert bara sveitaluppi? Já, svona hálfpartinn, en við vorum að nýbili, þannig að það var ekki mikið að fíðið þess að eldast við, en Stjúpafi átti bæinn sem að nýbili var byggt á, þannig að maður var ofta að hjálpa honum í heiskap og öðru. Ok, þannig að þú hefur kynst svona þessum hefbundnu bústerum samt líka, og hafið ekki verið með mikinn búskap eða? Jú, svo er maður mjólka líka, frændi minn á flott bú á Suðurlandinu sem maður var sendið í sveit til 13 ára gamall. Þannig að Ertu í stóru systkinahópi eða varstu einn á svæðinu eða hvernig var þetta? Ég á einn hálfbróður og 3 hálfsystur og hann var nú bara eignast eina systur daginn og DNA prófið sko. Já, það Svo hefði nú verið uppeldið systir en svona fyrir lífið stundum. Já. Þannig að það er bara alltaf gaman að uppgöta að sé hann að fólk tengt manni. Já, við uppgötuðum það, við erum 6 menningar. Þetta er svaka skildleiki sko. Það er allan skárað eldri en 9. liður eins og hjá flestum. Já. Við þurfum ekki að fara endilega í DNA-próf kannski út af því, en það sem ég er að velta fyrir mér sko, frá hvaða aldur til hvaða aldurs ertu þarna í Hrútafirðinum? Í Hrútafirðinum? Ég er náttúrulega elsti albarnir sem enga bátu, bróður minn eldri, hann ólst upp í Móafa. Já. Og að vísu koma stundu til okkar erlendis en það var alltaf skamvind sko. Hann hefði að komast aftur í degri hjá Móafa sko. En ég fer hérna 14 ára og er að ganga í 10. bekk, þetta er sumari fyrir 10. bekkin. Fer svo í Laugum í Sælingsdal í Dalasýslunni og tek 10. bekkin þar og svo er bara förin heiti í Iðnskólanum í Reykjavík eftir það. Svo var maður bara alltaf að fara norður og vinna og móður mín er ennþá þar og ég segist nú alltaf að flytja hangað þegar ég er búið með uppeldið.
Ég skil þig. Það sem að ég var að velta fyrir mig var nefnilega sko að því að ég veit að þú hefur keppt svo oft í hjólreiðakeppnum, stórum og það sem alveg gríðarlegum vegalengdu þar sem þú hefur verið einn. Ég var að reyna að átta mig á því hvort þú hefði bara svona vanist í að vera einn þíns liðs í sveitinni. Nei, ég svona, hjá mér þetta mér bara gaman að fara þegar mér langar að fara að hjóla. Já, ok. Svona að vera bundin einhverju og svo bara gaman að taka á því. Svo er gaman að taka á því. Alltaf feskur eftir svona góð átök. Skora á sjálfan sig. Já. Herðu, svo fórstu suður og ferði í Iðnskólann og gekkst langan menntaveg eða sko undir venjulegum kringumstæðum væri langur hjá flestum en þú bara náður að hespa af þannig að fullt af gráðum á frekar skömmun tíma eða ekki? Þú talað þá þegar ég var í sjómannaskólanum? Já. Já, ég náttúrulega var þarna 4 barna farið, eignast 2 börn og meðan var ég námið þar. Já. Og byrjaði náttúrulega, ég var á vöktum og vinna á Renniaverkstæði upp í Össuri. Já. Þannig ég fekk leyfi að skjótast í mikilvægasta áfangana þegar ég var á dagvakt. Já. Og samdi við skólanum því og náðu rumpa slattaði einingum af svoleiðis. Og svo ákvæði það fyrst ég gat þetta með vinnu því ég ákvæði loksins að fara í 100% nám þá bætti við eiginlega 200% námi. Og það bara gekk maður nokkuð vel ég held ég tók gömlu einingunum með 91 eining á einu skólavetri. Já. Og flest allt bóklegt þannig að þetta var keislað en 91 eining í staðin fyrir 36 sem standard. Standardin þá var 17 einingar fullt nám. Já. Þannig ég var að taka 45 eina og svo 46 eina. Já. Þannig að þetta var svolítið keislað og það féll nú ekki vel í suma kennara. Nei, þú varst að taka þannig samhliða sko bæði skipstjórnarskólan og vélskólan eða ekki? Já, ég byrjaði ákvæðilega og seint að bæta þau með vélstjórn en ég var velvirki fyrir. Já. Og svo fór ég að reikna þetta út og ég var búin að hugsa að það var til þessi dual watch stöður á litlum frakturum í Evrópu. Já. Sem var búin að heyra og segja það getur verið bara sniðt að bæta þetta við. Og þá byrjaði það ball. Og það voru ekki nema einhver 80 einingar sem ég þurfti að bæta við með. Almáttugur minn. En ég hefði byrjað aðeins fyrr, þá hefði ég getið klárað aðeins fyrr, en þetta gekk bara vel. Og þetta samhliða því að vera með fjölskyldu og... Já. Og fara heim og elda hverju kvöldi, sko. Já. Pappinn og kokkurinn. Ég var nú svo ungur og vitlaus þegar ég var í stýrimannsskólanum að mér fannst bara nóg að vera í svona næstu í fullu námi og geta stunda knæpunar helgar, sko. Ég gæti þetta ekki í dag, ég held ekki. En það svona, maður byrjaði að bara nóg að gera og heldur sér rútínu og þetta bitnar á sumi áfangum, maður segir þessi áfangi, ég ætla ekki að leggja miklu áherslu á hann. En þegar þú lagði þetta fyrir þig, þú fórst í sjómannaskólan, tekur vélskólan, tekur stýrimannsskólan, varstu búin að fara út á sjó, varstu búin að kynnast þessu atvinnufægi? Ekki beint. Nei. Þannig maður náttúrulega verið mikið að bryggja rúndum og skoða og ég náttúrulega búin að vera kafar í fjölda ára. Enda fekk maður smá að heyra það frá fjölöðu sínu sem voru svona hálfgerð í mannsbekki, sem voru fylgjað mann í siglingafræðinni og stöðuleikanum. Já. Verður svona hálfgerð bekkja menning í því, þessum fögum og þau, hvað þú að fara að læra þetta? Já. Og ég sagði, kallið minn, ég búin að vera meiri í sjónum heldur en þú. Já, og hlaust fyrir vikið uppnefnið Eiríkur Kafari. Já. Þannig að þetta var, ég byrjaði uppalega að fara í stýrimannsskóla og mér langar náðu mér réttindi til þess að geta kaupa með lítinn trébát, þá var mikið að tréskipum á lausu í 250 tonna stærðinni. Já. Og langaði að vera með búðuna og köðunareksturinn í því og geta flakkað landið á því. Já. Það var svona byrjunin að því, svo bara fylltist maður áhuga á meðan maður komin í námið. Varst í sportköfun fram að þessu? Hafðirðu verið í einhverju atvinnuköfun? Ég var í sportköfunu og svo náttúrulega var ég í köfunarkennari líka. Já. Og var að selja svona mínibúð og svona selja eitthvað köfunavarningi. Já. Þannig að og þá ákvæði að þetta verið flott að hafa þetta bara í skipinu, veslunum og allt saman og geta flakkað og kent. Við verðum kannski með ykkur ribbara tengdana liðna og í ykkur höfn og skells út og kent fólki og lýsa. Svo þegar þú klárar námið, þá skellur þér eitthvað í einhverja vinnu tengda þessu eða ekki? Er ekki á eitthvað skip? Ég var náttúrulega að vinna í Össuri á vöktum og þar var vélstjóri sem hafði verið lengi á Kolveðum. Já. Og ég náttúrulega fylltist áhuga á þessu og náttúrulega oft var henni á bryggju og horfði á þessi skip. Þannig ég náttúrulega spurði og ítti og spurði og svo endaði með því að herramaðurinn í fyrsta viðtali hringdi í mig og bauð mér starf.
Já. Hringdi Kristján sjálfur í þig? Já. Ok. Hvernig segðu mig hvað Kristján sagði í því símtali? Hvernig fór það fram? Það var bara nokkuð einfalt símtal, bara hvort ég hefði að hafa þessu og það var náttúrulega stutti fyrirvarið á og held að þið fengið 2 vikna fyrirvarað eða kannski 3 vikur mestarlagi. Til að fara sem vélstjóri? Nei, þá fór ég sem kyndari. Þá fórstu sem kyndari, já. Ég fór vertið innan 2009 og var þarna, ég vil meina það að ég er með síðustu kyndurum sem verið borð. Býttu, akkur segir það? Já, eftir þessa vertið þá voru kennum sjálfvirki brennarar á Já. Þurfti þá einhver ný svona þræla vinnu að passa upp á að gufuvélarnar hefðu nægt eldsneyti? Það var svoleiðis, maður þarf að vakta á vatnið og svo fylgjast með reiknum að maður sé brenna og skiptum spísa eftir hvort maður voru að jaga eða slíma. Já. Nú er menn lausa alveg við það, þannig að það er ekki mikil kyndari þú ert ekki skiptum spísa. Nei. Herðu, hvernig var þetta vinnuumhverfi borð í hvalveiðiskipunum? Hvernig byrjum aðeins á flórunni, hvað samsetning af fólki var með þér á hvalveiðiskipunum? Þetta var nú flestur bara ágætismenn þarna. Það var svoleiðis, en ég held ekki áfram næstu vertíð. Nei, en sko er þetta meiri svona cowboystemning heldur en kannski bara á togara eða fraktskipi eða hvernig típur veljast á hvalveiðiskipin? Ég held að það var alveg bara samblanda af mönnum þarna. Já. Og náttúrulega sumir náttúrulega bara eldast við að komast einhverju tekjur og slíkt og það hafa áhuga á þessu. En þetta er náttúrulega alveg mjög sérstakt að vera elda hval og maður sá það að þegar gekk illa, við fengum galla granít, þess að springjöfni í uppæði og það gekk illa náttúrulega að drepa þarna einn hval eða eitthvað slís og þá sá maður hvað þetta hvíldi á sálinu hjá mönnum að standa í þessu og það bara stímaði í land. Já, það er sem sagt svona mennskur breiskleiki líka og tilfinningar sem eru í brjóstu manna þannig borð. Já, það fyrir ekki milli mála þarna, maður sá að hvíldi mjög þungt eða voru lendi í þessu. Já. Og það, en svo er þetta náttúrulega bröðrlið, það er verið að elda hval og fylgjast með blásturinn og sjá hvert hann fer og hvalurinn á alltaf séns, ef hann hefði gáðunar þá geta hann alltaf stungið okkur af. En það er ekki verið að nýta sinni aðra tekni heldur en augu og sjónauka þess að vera alltaf sér hvalinn. Akkurat, það er ekki notu nein leitatæki eða neitt svoleiðis á þessum skipum? Það er bara að lefa hvalinum með eiga sjens og þetta er veiði. Já. Þannig að ég gæti ekki annars að megna þessu, það eru bara mjög manneskilegt og mér finnst bara að það ætti að beita oft meiri athygli að þessu. Þessi að mér persónulega, þú veist, þetta er bara hluti sem er leyft og gert og meðan að dýrin þola þetta áreitið, vísindamenn samfélagi kemst á niðurstöðu að stofninn þóli veiðar, þá er ekkert þótt að sé meiri hluti eða minni hluti að það er yngum að segja að það með ekki stunda þetta þá. Ég meina, skepnan þóli þetta, þá er þetta í lagi. Já, en þú fórst ekki aftur aðra vertíð á hvalveiðar? Nei, ég var að reyna að komast þessa vertíð en það verði ekkert úr henni. Hvort ég hefði fengið pláss veit ég ekki, en það byrjar að láta sjá sig og gera vart þessu og óskætti í. Já. Þetta er búið að toga svolítið í mig lengi að reyna að komast aftur. Já, þetta heillaði ennþá? Já, mér finnst þetta bara náttúruskoðan er alveg svakalig í þessu. Náttúru? Að skoða náttúruna. Já. Þú ert ekki á stöðu sem flest skip eru að eldast við. Nei. Þannig að það er ekki smáraði skoðan sem þú ert að sjá þarna og náttúru sem þú ert að sjá. Mér finnst það alveg bara magnað. Núna langaði mig helst að vera út á dekki, ekki verið nývel. En truflaði siðferðisvingillin eitthvað? Nú er þetta umdeildar veiðar, hvort að maður eigi að veiða hval eða ekki veiða hval. Truflaði eitthvað siðferðisvingillin við það? Nei, ég borða nú dýr og svoleiðis sjálfur og veit að grænmeti þarf nú líka að fella dýr til að svoleiðis, þannig ég held að þetta snúist ekkert siðferðin veiðar eða mann eldi hvert að geta það. Aðalega að þú ert ekki að kvelja dýrin. Já. Það er það sem mest skiptir máli. Ég er nú inn í sláturhúsi og ekki kom alltaf bandi dött eins og átt að vera. Nei, það er nefnilega það sem er líka gott að setja það í samhengi einmitt að því að sko hvalir eru skynskepnur og það eru svín líka. Já. Og svín eru kannski, þau eru ekki jafn free range eins og hvalirni, þau fá ekki að fara í gegnum sitt æviskeið út í guðsgrænni náttúrunni eða í sjónum. Heldur eru í gluggalösum rýmum og þangað til þau fá þangað til þau hitta böðulinn sko.
Öll þessi dýr með sálir, alveg eins og maður var að segja skordýr og annað. Ég hef nú sjálfur verið að tína þarna sníklana á stjettinni og reyna að bjarga þeim, hafa hann að vera hjólað yfir á. Já, en svo horfum maður fram eftir sig og sér að maður verður í heila viku að þessu. Já. Þannig að maður reyna að bjarga lífum og verður bara ekki að kvelja dýrin, það aðmáli. En það verður alltaf nýting. Heyrðu, segðu mér hérna, hvað tók við eftir hvalveiðarnar? Hvað fórstu meira á sjó eða fórstu að vinna í landi? Herri, ég fór bara hinum með bryggjuna og fór að skoða hvali. Já, þú fórst á hvalaskoðunarskip, já. Er það ekki oft líka hérna, er það ekki oft raunin að þeir sem eru að starfa við hvalaskoðun, þeir hafa unnið við veiðar, hvort sem það eru hvalveiðar eða á öðrum fiskveiðskipum? Við höfum nú ekki margir gert það þá, hún var nú ekki voðalega vel við að ráða ykkur hvalveiði mannanna. Nei. En hann sá svo ekkert eftir því. Nei. Þannig að... Og það var nú allan að reynslaði að finna þá? Já, en það var nú ekki flókið mála að eldast við. En ég verð nú samt að játa að maður dást nú að þessur hérna við mönnum hvernig þið náðu þessu skepnum. Já. Ég myndi segja að elda stórkvili aðeins auðvildra heldur að eldast við þessu hrefnur, sko. Já. Og hvernig var að vera í hvalaskoðun? Er þetta mikil rútína í þessu starfi eða hvernig er... Þetta náttúrulega bara svona vaktavinna og svo stundum stutti fyrirvari á einhverju breytingar. Þetta náttúrulega bara ferðamannabransinn og stundum hringja ykkur og segist þeir getur gert eitthvað fyrir þennan hóp. Og þá reynt að ná í peningana meðan það er hægt. Varstu í vél eða varstu í stýrimennsku þar? Ég var mest í vél og svo var maður þegar þú þarft að vera með skipstjóra og stýrimann ef það er orðið ákveðin fjöldi. Já. Og þá fór ég að leista aftur og kom inn á sem stýrimaður, sko. Já. En það vil nú til að það er erfitt að finna velstjóra. Já. Þannig að ég því miður lend alltaf þegar það verið settur í velstjóra hlutverki þó ég reyni mig best að komast upp í brú. Já, þetta eru vinsæl réttindi, velstjórnarréttindi, það verður ekki frá þeim tekið. Það virðist allan að fáir velstjóra að fara að sjó. Herðu, segðu mér eitt hérna eftirminnilegasta sjónvarpsviðtal sem að ég held að ég sé ekki einnum að finnast það er Kastljósviðtal sem að teki við þig skömmu eftir 10. mars 2012 þegar þú hafði farið mjög örlagaríka siglingu á Hallgrími. Já, ég held að nú viðtalið var nú tekið fyrr. Ég lendi í slysi 25. janúar og ég held að viðtalið er bara í byrjun febrúar. Já, þetta er svona, fyrir ekki, ég er að fara með einhverja fleipur í dagsetningunum. Það er nú ekki stóra máli. Nei, það er ég hef ábyggilega verið að fletta upp grein frá 10. mars. Já, en þetta er sérst í 25. janúar 2012 sem að þið leggja á stað, sem að skipið fer niður. Já. Ég man ljóslifandi eftir þessu viðtali við þig í Kastljósi og ég held að það gerir það allir sem að sá þetta viðtal. Og það sáu sennilega flestir sem að eru kannski og yfir 30 í dag á Íslandi þetta viðtal við þig í Kastljósinu þar sem að þú í raun og veru segir frá sjóslysinu, rekur söguna, þú í raun og veru bara færð orðið í upphafi viðtalsins og þú heldur því allan tíman og þetta er eitthvað sem að fær hárin mín ennþá til að rísa og þetta var náttúrulega algjört hörmungarslys þegar Hallgrímur fór niður. Hvernig kom þetta til að við förum aðeins út í það? Þið voruð að sigla skipi sem var selt til Noregs, eða ekki? Þetta var nú þannig að þú þekkja kannski betur en fyrstjórnarkerfi í Noregi er þannig að þú þarft að vera með kvótan á skipi. Við vorum vist með svona kerfi áður fyrir. Ef ég heyri hvað þetta heiti, ég man ekki hvað þetta kallaðist. En kvótin verður að vera fastur á skipi. Þannig að þarna kemur útgerð sem er að láta smíða fyrir þessi skip eða endurnýja að einhver bói og þeir lenda í náttúrulega vandræðum að þeir vilja náttúrulega selja skipið sem þeir eru notað áður en þeir fá hitt afhent og þar með voru að leita sér skipið sem gæti staðið skoðanir í Noregi og fundið þetta skip. Já, sem gæti geymt kvótan þá gæti þið fengju nýja skipið. Það stóð aldrei til að sigla skipinu neitt veiða það. Það var bara þessu uppfylla reglugerðinni í Noregi. Síðan að náttúrulega heyrum maður ýmslega fréttir það átt að farga skipinu og slið sem er náttúrulega ekki alveg 100% rétt en það stóð til að reyna að selja það en ef það myndi ekki seljast þá myndi það bara farga það. Þannig þetta var siglingarhæft skip en kannski svolítið lúið svona að einhverju leyti. Þetta skip var bara nokkuð gott í sjóin en eins og við vitum það er náttúrulega fórst á og það
greinlegt að það vantaði viðhald á því og auðvitað náttúrulega skýrsla siglinga rannsóknarnefndar sjóslysa einhver nálgun á því það sem telja að það hafi gerst, þannig að enginn sem getur fullvissað sem hvað hefði gerst. En ég svo sem ekkert á því að það sé langt frá því. Þetta skip hafi tvívegis lent á hliðina áður hér heima sem hefði aldrei lent í að tilkynna og áhöfnin náði að bjarga skipinu. Já, hefurðu heyrt eitthvað það sem sagt? Já, hann Hilmar sagði mig frá þessu. Já. Hann var nú sjálfur í rannsóknarnefnd og sagði mig frá því að skipið hafði lent því og þeir reikna með að það taki ekki nema 90 mínútur. Já. Og þá var það út af því að það var að ganga gegnum austuropin öfugt gegnum lestælinn og fyllast upp í móttökunni og síðan var alveg galopið í lestina eftir að koma upp í einhver 60 cm hæð eða eitthvað. Hvað voru þið margir sem að sigldu skipinu frá Íslandi til Noregs? Þetta var bara þessi klassíska lágmarksáhöfn þegar það var að ferja skip og 2 vélstjórar og 2 skipstjórnarmenn. Já. Og skipið ég ætla nú kannski ekki að endur upprifi allt viðtali en það fórust 3. Já. Allir fyrir utan þegar þú varst fljótur að skella þér í björgunargalla, flótbjörgunargalla. Já, ég kem náttúrulega upp í brú og séð að brúin er komin meir en hálflag hafi. Já, það er bara þannig. Já. Og þá náttúrulega var ósköp lítið annað að gera, bara fara í galla. Já. Og það sé náttúrulega vanur kafari og þá var ekki lengi að skella sig í gallan. Nei, þú þekktir kunni vel til verka þar. Já. Og hvað varst aftur lengi í sjónum þar til að þú gast veifa þyrlunni eða þar til að þyrlan kom að bjarga þér? Frá því að þeim berst niðarbúð, þá er þetta cirka að verða 4 klukkustundir. Já. En þetta náttúrulega var gjörningur áður. Ég fer þarna aftur í stýrisverðu, við missum stýri til að byrja með, sko. Já. Og svo bara koll á kolli gerast hlutnir, gerast náttúrulega hratt, en þegar skipið dettur á hliðina þá gerist það mjög hratt. Já. Og þú varst í 4 tíma þegar að bjarga giftusamlega af þyrlunni. Já. Og svo fórstu náttúrulega í þetta viðtal og allt. Ég get ímynda mér að þetta hafi mótað þig alveg svakalega þessi atburður. Það tók mest á mig í þessi slísi var að upplega bara sjá fólk sem var í sárt eða sem á bát með sártum að binda, já. Það var bara virkilega erfitt að horfa upp á það, sko. Já. Mín fjölskylda að sitja upp með að ég bjargaðist. Já. Og ég sjálfur bjargaðist. Já. En hinn sitja náttúrulega uppi með að missa ástvinni og menn sem voru í stóru lykil hlutverki í fjölskyldunni þeirra. Já. Þannig að þetta er bara virkilega erfitt að horfa upp á það. Þetta fylgir þér væntanlega bara inn í lífið, það sem eftir er. Já, en svo er svo margir sem halda að ég hef breyst mikið við, þú veist, áætlað að maður hefði breyst eitthvað við þetta. Já. Ég er nú svona hugsunarhættið og slíst að allt verið svipað fyrir og eftir. Já, en maður er viðkvæmur á sólinni eftir þetta, það fyrir ekki milli mála, sko. Já, það fyrir ekki milli mála. Það sem að ég veldi fyrir mér, sko, af því að við höfum þekkst frá því fyrir slísi, sko, ég segi nú ekki að það sé mikil karakterbreyting sem að ég upplifa á þér önnur heldur en svo að þú má leiða líkur að því að þú hafi farið á fullt í skora á sjálfæði til þess að vinna úr slísinu svona andlega. Margir vildi tengt á hjólreiðina við sjóslýsi og slýs. Ég vil nú alls ekki gera það. Það var nú bara þannig að félagið minn sem var búinn að vera hérna í standauða, göngunni og ýmsu og hann stór og mikill maður og hann sagði, herri, ég ætla nú að fara hérna í hjólreiða keppni hérna og taka þátt í þessu og ég kallar mér hvaða keppni er það og svo fyrir ég að skoða þetta og slýs og ég hef náttúrulega bara að vinna í sjálfum mér heima fyrir að jafna mig og slíkt og svo horfði ég að það getur nú kannski bara áhuga að prófa þetta, við sjá bara hversu langt ég kemst. Og þannig að síðan bara lendur maður í að vera í alls konar átökum og slíkt en gagnvart slísinu þá var þetta ekkert svoleiðis en ég myndi segja að þetta hefði hjálpað mér meira við að standa í svona forræðistælur og skilnaðarmálum. Svo ákveðin útra starffrekar heldur nokkuð tíma í slísinu, sko. Já. Ég get alveg fyrir og gengið upp á fjöll og látið lítið bera á mig og fengið útra stanni heldur en að vera að gera opinberlega. Já. En þá var það mikið hugsið, ég vissi alveg að þetta myndi bera athygli út af maður náttúrulega orðin þjóðþekktur þarna. Ég væri að fara í þessu keppni og það var smá hika á mig á tímabili hvort ég ætti að vera að fara út í það þess vegna, sko. Ég er nú ekki mikið fyrir þessa athygli yfirlið, sko. Nei. Þó að margir myndi kannski halda annað með hvað maður lendur oft í svoleiðis og setur sjálfur sig aðstæður. Já, fælir oft í það.
Já, svo þegar maður lendir í svona, þá verður maður bara að taka okkur, ég ætla bara að lifa lífinu, gera hlutina sem ég langar að gera, þrátt fyrir auka fylgja hlutina sem koma að og það sumt ég að það jákvætt og annan neikvætt og það verður bara að taka því, þetta bara svo leið sem hefur valið fyrir mig í lífinu núna. Sko þegar þú komst í land eftir slysið og mér langar að vita kannski hver á svona fyrsta hugsun hjá þér, hvað sástu framundan? Hvað og var þetta svona raunverulegt að þú værir það sem var búið að gerast og að þú værir á lífi? Hvort maður er á lífi ekki, ég meina þú ert bara á lífi og veist þú ert á lífi og ég er alveg ágætur í tölfræði og maður eins og þú það gengi í gegnum námið og vita hversu mikla líkur að manneskja bjargast í þessum aðstæðum sem náttúrulega bara algjörlega hverfandi að finna eitthvað svona í þessari ölduhæð og óveðri og hvað það í myrkri og slíkt. Þetta er ekkert eitthvað sem er auðvelt að gera. Nei. Það er erfitt að finna fólk í sléttum sjó. Það er það. Þannig að ég ger mér grein fyrir allt slíkt sko. En þarna, ég meina, þú ert bara á lífið og þetta heldur áfram og veit maður lendi í þessu og maður þarf að takast á við ný vandamál sem að komast að þessu og tengist. Og ég meina, þetta snertið sálinu djúpt náttúrulega að lendi í þessu. Já, ég trúi því. En þarna, maður var að halda áfram. Maður hefði getað lagst í óla eða hvað sem eftir þetta. Já. En ég á 4 börn og ég bara ákvaði að þetta var ég bara ekki í boði. Ég yrði bara að halda áfram. Bara áfram gakk. En hugsaður með þér eftir þetta, skömmu eftir þetta að þú myndir einhvern tímann aftur fara á sjó? Þetta? Þú er búin að lenda í slys að þá er þetta ekkert að velta slíku fyrir þér. Nei. Það fyrsta er náttúrulega bara hlúa sjálfur sér og fjölskylduna. Já. Og þá sem maður getur í kringu sig og svo bara átta sig á þessu og tekur náttúrulega tíma eins og sem ég vilja segja að vinna úr þessu ég myndi líka að segja bara tekur tíma að bara meðtaka þetta hérna er ég er búin að lenda í slysi en núna vita allir á landinu nánast hverju þú ert þú er búin að koma annað fram í viðtal og þó ég hef ekki komið fram í viðtal og var ég bara á öllum blaðsíðum blaða á þessum tímabili og það er líka svona fyrir manneski sem er lítið fyrir að láta bera á sig þannig að sé að þá er þetta rosalega breyting. Já. Ég er rosalega mikið hrifinn að hafa mitt bara í friði, sko. Enga lífið mitt. Þetta er svona óhjákvæmilegur fylgifiskur, þetta er eins og meðan Guðlaug frá Vestmannaeyjum að sko, hvað erum við að tala um, ekki meir en 10 ár síðan það var. Já. Að hann er ennþá þjóðþekktur maður í dag, þetta er þegar menn bjarga svona giftusamlega þá er kannski þjóðarsálin svona ánægð með með hann að vona næsta með það að einhver hafi komist lífs af að þá fær viðkomandi ekki frið þá fær þú ekki frið það sem eftir er að við vitum öll hver þú ert og okkur þykir rosalega vænt að þú hafi komið aftur í land. Já, maður er í huga á fólki en flestir eru nú fann að gleyma andlitinu eftir svona 2 ár og svo það er aðrir sem muna alltaf þannig ég hef alveg fundið þetta gegn tíðinni eins og ég fór í hjólareiðina þá voru margir búin að gleyma andlitinu og þú sér það, þú ert að labba með almennings þannig að hvernig það kannast við ég hef alveg séð þetta þegar fólk maður mætir einhverjum alveg hvernig aukræðir og hvernig þeir bera sig hvort þeir halda þeir þekkja mann eða hvort þeir vita hver maður er þú veist hvernig ég finnst ég hef séð þennan á þér þannig að stundum er þetta svolítið skondi ég er nú oft lent í að stoppa og tekið að heilsa með og hvernig hefur það og allt það og fólk haldið að þekkja mann þannig að hvernig var ástæðatíðin daginn hvernig fannst þú hún vera hvaða ástæðatíð var það Það er stundum talað að grísa á eitthvað að það sé svona heppni en svo er það að svína á einhverjum og það er bara að vera með almenn leiðindi ég skil ekki þessu skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti Das. Þannig að, en svo kemur svona eins og maður ég fer að hjóla, þá fer ég að birtast aftur í blöðunum. Já, þá lærum við að þekkja þig sem sko hjólaeika. Já. Sem Eirík með hjálminn, sko. Þá fórstu aftur í blöðin. Já, en þá fór maður að taka eftir það og fólk var að horfa að mér. Já, þetta er hann. Þetta er hann. Já.
Hvernig kom þetta til? Ég reynda mann eftir að þú varst svolítið mikið að hjóla. Þú varst í einhverju downhill sporti og svona og þú varst ekki að setjast upp á hjólhest í fyrsta skipti þegar þú ákveður að taka þátt í Wow Cyclathon, hjóla hringinn í kringum Ísland 1 liðs. Var það ekki fyrsta keppnin svona þessi stóra það sem við kynntumst aftur í fjölmiðlum? Jú, en ég náttúrulega, því ég var í þessi hjólamennsku undan, þetta var náttúrulega bara meira svona léttur áhugi og ég hef aldrei verið með einu hjóladellu eins og margir halda. Nei. Þess ég hef í raun og veru ekkert hjólað neitt í 3 ár núna, eða 4, ég veit ekki hvað það er. Nei. Það bara nánast ekki neitt og ég var alveg gaman að því, náttúrulega fekk sér hunda og þá datt það upp fyrir. Að hafa tíma í það, en ég hef búin að vera svolítið lélegur í hjólinu, en ég er ekki með hjóldeldina, en ég var aðna í downhillinu og átti vinnufélaga sem var í þessu, sterkur í þessu sporti. Já. Þannig hann dróð mig eiginlega hálfpartinn úti. Ég veið bara svona, það nú bara eins og því ég datt í Wowið, félaginn að pæla í þessu og ég var, alltaf prófa þetta. Og var þessi félaginn, var hann partur af liði eða langaði hann líka til þess að hjóla 1 liðs? Hann alltaf, þessi sem í sólóinu, hann vildi fara einn, en svo náttúrulega sá sem í fjallabruninu, hann alltaf verið í liðakeppnum og slið, sko. Ok. Og þú bara, þér finnst þetta bara frábær hugmynd og slær til færið þér hérna racer og byrjar að æfa, eða hvernig virkar þetta? Ég nú bara, annarkvort ég svona mikið gyðingur í mig að nýrvill, ég veit ekki hvað það en ég keypti mig ekki strax racer. Ég hjólaði bara á fjallahjólinu mínu, þang til að komna held í 2 eða 3 vikur áður en ég ætti að keppa. Ok. Þá splæsti ég í racer og ákvað þarna að ég nú að prófa að hjóla eitthvað svona langan almennilega sólarhringsstúr, þannig ég skellti mig flugið á Ísafjörð og hjólaði í bæinn. Ok. Og það tók einhverju 36 stundir eða eitthvað leys. Og fannstu að það gekk vel eða? Það gekk bara rosalega vel og það svona menn sem eru með keppnis áhuga. Já. Það er ekki mikið keppnisskap í mér, þetta áttur ekki að gera viku fyrir Wowið, sko. Þannig ég bara veðrið hitt á og mér langaði bara að gera það og flugið og pantaði bara með 20-30 mínútur fyrir vara. Ok. Það hvað sem það var. 36 tíma á leiðinni í svona langri keppni, hvað ég velti ég mitt helst fyrir mig hvernig maður undirbýr sig andlega fyrir svona langa keppni. Æfirðu í því að eiga samræði við sjálfa þig í kollinum eða hleður niður fullt af einhverjum góðum hlaðvörpum eða tónlist eða hvernig? Ég hlusta bara á náttúruna þegar ég er á hjóla. Já, ekkert í eyrunum? Nei, ég er ekkert voðalega hrifinn að hafa mikið eyrun, en þó ég hef nú verið aðeins meira nú undanfarið, það er svo mikið af podcastum að hlusta á. Já, heldur betur. En þegar ég er á hjóla, þá vil ég bara fá að vera hugsið og þannig alltaf margt til að hugsa sérstaklega þessu árum. Já. Þannig að ég bara let það minna og þegar þú ert að undirbúa líkaðan fyrir svona, þá þarftu nú ofta huga með einhverjum vikum fyrirvara. Já, já. Þannig svona segja heilanum, þú ert að fara að gera þetta og verður nú bara klári í þetta og þú ætlar fyrst að ná markmiðinu að komast hingað og svo næsta skref. Ekki að ég ætla bara hægt að ég komi næsta áfanga, ég er bara að segja fyrst skref 1, það að ná í Borgarnes, skref 2 að ná í Hrútahraun og svo skref 3, skref 4 og síðan þróast það með árunum og maður fyrir að hugsa, ok, nú er ég ræstur þessu tímabili og liðin öll fara að staðana einhverju klukkutíma seinna og nú ætla ég þannig að fyrst ég komst á Akureyri, ég aðeins að ná mig núna og nú ætla ég að reyna að komast á Egilsstaði aðeins að ná mig og svona bara þróast það, en svo þurfti einhverjum snillingum að breyta ræsingatímanum, það fór aldrei vel í mig. Byrju, hvernig þá? Sko, við ræstumst klukkan 10 á morgnana fyrst í sólónu og svo ræstust liðin seinna kvöldið. Já. Og það var bara alveg frábær tímasetning, nýlega vaknaður. Já, og svo gaman að geta verið á undan liðunum eða? Já, það var alltaf þannig þrátt fyrir það. Já. En svo breytaði ég þannig að við erum að fara eiginlega bara kvöldið sólarhringi áður. Sko. Já, já. Og það fór aldrei vel í mig. Þá ruglaði alla tímasetningum, maður hefur ekki til að keppa við liðin og maður er ekki með liðin að fylgja sig jafn lengi. Nei. Og þegar liðin peppa mann upp líka, fólk er að hjóla fram í aður og íta eftir og bara áfram með því. Og það hverfur nánast. En það komst í mark 1 skiptið að ég hefði alveg skiptið verið að hjóla 1, sko. Já. En þetta fer alveg svakalega bratt af stað. Þú færð þessa hugdettu þannig fyrsta árið og eins og segir, það var ekki þetta er ekki alveg eftir formúlinu að fara að hjóla svona, taka langan hjólatúr viku fyrir keppni en þú fórst samt í gegnum þetta. Hjólaðir ekki 5 ár í röð sóló. Jú. Og vannst hversu oft? Sko, ég er ekki með keppnisskap. Nei. Ég hef bara einu sinni í raun og verið keppt. Ok.
og fyrsta ári var ég bara, herri, nú sjáum við bara hvert þetta fyrir, þú veist, ég var að borða pulsur, plokkfisk. Já, en látt ekki svona, þú varst að keppa við sjálfa þig, ég þekki það alveg. Mér langaði bara að klára þetta. Já, þú varst að, sko, þrjóskan í þér var að reka þig áfram, ég sá það bara. Ég segi að ég ekki þrjóskur, ég ákveðin. Ok, ákveðin. Já, það stór munur á því. Sá þrjóskinn alltaf lendir í það þú farið þvert fyrir honum, þá reynar hann áfram. Já, það er rétt. Þannig ég vil meina að ég sé alls ekki þrjóskur, ég veit alveg það gengur ekki, þá hætti ég bara. Ok. Þannig að hann er mjög ákveðin. Það er náttúrulega, maður tekur eitthvað fyrir sig, það var bara að klára það. Og fyrsta ári var þetta bara svona tilraun og hafa gaman að lífinu. Ég meina, ég skellti mig Sund og Akureyri og svoleiðis, þannig að það var ekkert eitthvað, mér var alveg sama hvar hinni voru, það breytti engu máli fyrir mér. Byrju, skelltur í Sund í miðri keppni? Já. Mér langaði bara í Sund, þannig ég fór bara í Sund. Já, tapaði þá einhverjum tíma sem þú hefði getið verið að hjóla? Ég þurfti að keppa, já. En fyrir mér breytti þetta engu. Já, þið langaði bara að klára þetta? Já, ég meina, ég sá að ég var hann innan tíma, þannig að það var engin kvíði að klára þetta. Það þú veist að vera að reka eftir sig þannig að sé, en auðvitað þarf alltaf að halda áfram. Ég meina, ég leiði mér að fara í Sund í 50 mínútur og það þýtti að ég var kannski stopp í 2 tíma. Já. En það var alltaf. Þú hefur væntanlega verið líka með svolítið góðan stuðning alveg frá upphafi í þessu. Var fylgdarbíll og var fjölskyldan með þér í þessu eða? Fyrsta árið var ég bara með 2 manneskjur, mömmu og vinkonu mína. Og síðan næsta ári þá var ég komið með þarna sem sagt fólk sem var með mér í 3 ári röð. Þá var ég alltaf með 3. Já. Það var alveg nauðsynlegt, sko, það getur skipst á hvílt. Þetta var svolítið álagað fyrir 2 að standa í þessu. Sem dæmi í Írlandi þá er ég eiginlega bara fyrsti sólókeppandi sem að klárar með 1 bíl. Já. Flestir eru með miklu stærra fylgdalið. Þú getur alveg verið með eins marga bíla og þú vilt, sko. Það er engin takmarkanir, þú máttu verið með njósnabíla og allt þetta, sko. Já. En það kemur að maður er ekki ríkur maður, þannig að maður verður bara að taka þetta ótrúlega. Og svo eftir á sig, ég hef prófað að fara með fleiri en 1 bíl líka. Já. Ég kann nú bara betur við að hafa 1 bíl. En sko, ég man eftir að þú attir kappi við Amerikana eða ekki, einhvern útlending? Nei, það var ástríðufullur Ítali sem að... Ástríðufullur Ítali, já. Og þú vannst hann á endanum, eða ekki? Það er ekki eina skipti sem ég keppti. Það er eina skipti sem þú kepptir. Þá hljópið þið keppniskap? Nei, maður ekkert keppniskapið. Það var bara meira það að mér fannst þessi manneski ekki þess verðu að verða sigurveri í þessu keppni. Já, því að hann var búinn að vera með yfirlýsingar að hann langaði svo mikið að vinna þig. Ég var búinn að heyra svo margt áður, hvernig hann var búinn að haga sig í keppnum áður. Þá hafði hann víst auka bílinn hans keyrt hjólar út af og verið alltaf með eitthvað læti og alltaf að kæra og þvílíkt vesen á hann. Það var þjóðurinn sem keppti við árið undan, ég hafði svolítið samskiptið hann og hann var búinn að vara með rosalega vel á honum og þá ég fekk mig auka bíl til þess að vakta hann svo að ég myndi sjálfur ekki lendi í einhverju vesni og fylgjast mér við svindlið, sko. Það fór náttúrulega í taugan á honum þó hann veit að þetta tíðkast erlendis að vera með njósnara bíl og hann fór ekki vel í hann að ég væri með bíl sem að fylgjast með honum en hann hringdi og karta og yfiröllu og það endaði með að ég var á Sterum og ég var með rafmagnsmótor í því og ég hef verið svindla og ég ákvað það því ég laði staði í þessu keppni að ég myndi hafa myndaðar líka á mínum bíl. Ég tek ekki bara hann upp. Þannig að það væri ekki hægt að brigsla þig svindl. Nei, ég er náttúrulega eins og bílinn minn, ég sagði alltaf, herru, þið verður að fara frá, þetta getur lítið út fyrir þessu svindli, þið bara rétta manni brúsa eða eitthvað. Þannig ég hefur alltaf hugsað út í að mynda hotnin og svona, það sé ekki hægt að smella á manni mynd og segja, herru, hann var Eiríkur að svindla. Já. Ég er að keppa fyrir mig númer 1, 2 og 3 og ég er ekkert að svindla, þá er ég að svindla sjálf á mig og þetta er bara ekki í mér. Það verður að taka þátt í eitthvað slíku. Þannig að ég passaði mjög vel upp á þetta og hann náttúrulega svindlaði og náðist á mynd í 2 skipti. Var það sem að fellda hann? Nei, þú varst líka á undan hún. Það sem fjall hann held ég var bara hroki. Ég held að það væri með þetta í vasan og það var einhver feitur bumbuhjólari þarna sem var næsti keppandi við sig og ég held að hann er bara alveg fallið á því og ég sá það fljótlega í byrjun að ég var ekki að sjá að hann myndi hafa þetta út að vera, hann var ekki með svona stýri til að liggja á. Nei. Og alltaf standandi. Þú hjólar ekkert lengi alltaf standandi, sko. Þetta fer alltaf mikil orka í það og reynir mikið á skrokkinn. Þannig að þetta er skemmtilegt. Þetta var á þessum tíma svolítið svona,
Ég veit að Bretar fylgjast svolítið með krikketi sko, sem að getur tekið marga daga að fylgjast með svoleiðis keppni og maður á erfitt með að setja sig inn í þennan hugarheim að vera að fylgjast með einn og sömu keppni svo lengi, en ég tengi við það þegar ég rifja upp þetta ég allan að fylgdi spenntur með að því að maður fann lyktin af þessu hroka sem hún nefnir hjá Ítalanum og maður hélt rosalega mikið með þér fyrir viki sko, maður vildi að réttlæti sigraði sko. Þetta var svolítið, ég hlæ nú mest af þessu, það gaman að ég hef hitt svo margar sem hafði svo stöðbreið, sko, ég fylgist aldrei með íþróttum, en ég var í heilu 5 daga að fylgjast með þessu, sko. Því lík spenna, sko, og það rosalega gaman að fólk hefur gaman að fylgjast með svona hlutum og ég er náttúrulega ákveðið ekki að taka þetta á keppniskapinu þegar ég lenti á ráslínuna, sko. Ég náttúrulega hafði aldrei hitt mannin og ég ætla ekki að dæma hana orðum annara, svo lendi ég á ráslínunni og við kemur náttúrulega svona spjallaður að restúrlis og þá kemur hann með hann að hróka full og good luck eitthvað svona, ég ætti ekki sjens í þessu og þá sá ég bara hvernig típa þetta væri og hvernig hann var að bera sig Tágranni Ítalinn hafði ekki mikla trú á rauðharða bubbukallinum það ungrar ekki með neitt sko, mátt kalla mig feita en hvað sem ég hef alveg breiða herðar, það ungrar mikið neitt en þarna, ég sá það þarna var hrókin lýsingarnar á honum undan, þær voru réttar og ég myndi gera allt sem ég gæti sem komið vekk fyrir hann og þetta var erfiðasta hjólakeppnin mín. Þetta ekki hraðasta keppnin, hún var erfiðast, það var ríkjandi mótvindur eiginlega allan hringinn. Sko veðurfari spila svo stórt í þessu. Það gerir það. Þannig að þarna var ríkjandi meðvindur og þá var bara, ég var alveg búinn eftir þessa keppni. Herðu, en sko við taka líka 2 hjólakeppni sem að kannski fór minna fyrir hérna á Íslandi. Það var, þú keppti 5 sinnum í Cyclothornu, svo fórstu 2 í að keppa í hérna keppni þar sem var hjólaður hringurinn í kringum Írlandi, það ekki? Jú, það er náttúrulega fer þannig að ég er að keppa í þessu hérna heima og sé það að ég á erindi í þetta sport og er bara nokkuð sterkur. Og þarna get ekkert annað en bara bætt mig, ég hef aldrei verið í ykkur 100% hjólaformi þegar ég hef verið að keppa þannig ég ákvað bara bara láta skráðu reiðu og tek þátt í hana Race Around Ireland sem 2200 km keppni og það gekk nokkuð vel með að byrjunin var ekki til fyrirmyndar að undirbúa sig fyrir keppnina. Nei, voru bara pulsur og langur hjólatúr eða? Það var nú meira það að ég var bara upptekinn og útrettað og gera allt og sko það vantar alveg svona öðruvísi menningu erlendis í Evrópu því þessu. Þú ert bara með lið sem fylgir þig. Það sér að passa upp á allt og gera allt. Og þeir æfið saman svona fyrir og eitthvað og þarna liðið er náttúrulega bara, þú getur ekki unnið svona keppni um að hafa lið. Það er bara ekki hægt. Eða keppt í henni, það er bara ekki hægt. Þannig að það vantar meira að fólk sé þáttakundir í þessu frá byrjun. Maður er æfilega þakklátur fyrir fólki sem að gefa sér tíma í þetta. En það þarf náttúrulega maður þarf að vera svolítið binda sig svolítið vel fast í svona til þess að gangi betur. Þannig ég lendi náttúrulega bara í því að ég fer til Írlands þá er ég bara keyrandi út allt og svoleiðis og hinir eru að hvíla þessu hótelunum og snúa sólengnum við og það er að ræsa svona klukkan 5. Já, þú að keyra út allt hvað að leita bara nýjum slöngum eða? Maður alltaf teki ekki allt með sér heim að heimann sko. Þannig að maður þarf að fara út allt og útrétta og slíkt sko. Setja ljósin á bílinn og ná í ferðarklósett og það er bara ýmislegt sem það að gera þannig að ég fór bara ekkert hvíldur í þessa keppni á stað sko. Og sko fyrra árið náður að klára keppni? Ég náði öðru sæti í þessari keppni. Þú náður öðru sæti í þessari keppni? En ég þurfti að hvíla mig svo rosalega mikið fyrsta sólarhring, venjulega sef ég ekkert í sko alveg 1,5 sólarhring en þarna var ég að sofa 3 svar ég var bara alveg örmagnað að þreytu bara. Eru ekki að tala 2000 og eitthvað kílómetra? Þetta er 2000 km og alveg, ég held þetta voru 20.000 metrar í hæða. Ég man ekki alveg hæðina þessu. Þetta er 5 daga keppni. 5 daga keppni, eins og Cyclothorni, svona cirka eða ekki. Og í þessari keppni þá svaf ég óvinni mikið, sko. En ég hef átt ekki langt í fyrsta sæti, sko. Nei. Og þeir sá það alveg, ég var alveg áberandi sterkast því ég lendi þarna aftast, sem gerir þetta rosalega skemmtilegt fyrir áhorfendana. Þarna kom ég gaman eða hvað áhorfendi, þetta var alveg tilvalið fyrir fólk að fylgjast með. Þarna lendi ég bara að verða aftastur og síðan ég bara saxa allavega niður hægt og rólega. Og ég var náttúrulega ekkert að pæli því ég var á hjólinu, sko. Ég var bara að hjóla á áfram og svo kemst maður í gírinn, maður lendir í svona lægðum og svo kemst maður í gírinn og því lengur leið á keppninu því sterkari var ég. Og það sem hefur verið hjá mér í þessu keppninu virðist að vera breytið munin að hinir verða hjóla hægar þegar líður á keppninu og ég næ helt hraðanum upp.
ég hjóla alltaf hraðarsvísu fyrsta hálfarsólarhringinn og síðan dettur hraðin svolítið niður og síðan ég með að hraðin minn að halda mikið hærri á loka dögum keppninnar. Svo fyrst þú varst í öðru sæti þá ætlaður heldur betur að hérna ná að vinna árið eftir, tekur þátt, nærið ekki að klára keppni. Nei. Og þá ákveður að hérna bjóði fram til forseta. Ég búin að summera söguna svona upp á 5 sekúndur? Það eru nokkuð mörg ára á milli. Nokkuð mörg ára á milli. Það er síðasta keppni var 2018. Síðast keppni 2018? 2018, 19, eitthvað ekstra þar. Ok, þú ert náttúrulega væntanlega bara búin að lifa svona venjulegu lífi síðan þá bara svona mætir í vinnuna og svo sem alveg fylgst með þig, þú hefur haft ákveðna skoðanir og ekkert feimið við að hérna flíka þeim. Var eitthvað voru einhverja pólitískar ambisjónir hjá þér þannig frá 2018 og fram til 2024 þegar þú býðir fram til forseta? Ég alltaf haft áhuga að spekla í hlutum hvernig virka og ganga fyrir sig og svo náttúrulega stjórnmálkerfi, það er rosalega marga breytur í þessu. Ok. Það er náttúrulega marga manneskjur og við veitum það er náttúrulega sumir hafa mismundið þarna tilgangi í að hverju þeir setja sig í svona stöður. Já, nú skiptum við nefnilega bara algjörlegum gír, förum úr hjólaeika og förum við hérna forsetaframbjóðandinn. Ekki forseti. Segðu mér hérna, hvað er það sem að hérna rekur þið áfram í að bjóða þið fram? Af því að nú þekkjum við það svona með forsetaembættið og með líka með eins og biskup, að það er yfirleitt þó að raunin sé reyndar önnur í dag, en þá hefur það í gegnum tíðina verið þannig að það er yfirleitt komið að máli við einhvern og það er svona ákall þjóðarinn að vilja fá Kristján Eldjárn, fá Ólafur Ragnar Grímsson, fá Guðna. Fannstu sjálfur þessa pressu, var komið að máli við þig eða fórstu í þessa vegferða því að þið langaði persónulega til þess að hafa einhver áhrif? Þetta tókaði bara í mig. Já. Það var svolítið, en auðvitað er náttúrulega með allir þessu pólitísku speglingar og þá þú veist, ég er þannig að ég teki ekki allt bara uppsleitt, þú getur ekki byrt einhverju frétt og ég ætla bara að taka því eins og það er. Með mig? Ég þarf að sjá einhverju rök í þessu, hvað fallir á þessu og slíkt og ég er ekkert að velja einhverju hlýðar og neitt í málum. Og þá er maður alltaf að vera að pælja, hvað er þetta að gera í kerfinu og það er náttúrulega það sem flesta þjóðir eru duglegastar í, það er að kvarta undan ríkisstjórninni sinni. Já. Og kerfinu, helvítis kerfið, það er alltaf að vinna á móti manni, en við erum náttúrulega öll í kerfinu af einhvern veginn, mismunandi stöður og slíkt. Og eigum það saman, eða þannig? Já, ríkið eru við, ég reyna að minna fólk alltaf á það, við erum ríkið, ef þú svínar á ríkið, þá svínar á sjálfa þig, það er bara svoleiðis. Og maður er bara að reyna að finna hvað er þetta að gera og bæta og þarna kemur í huga, hvernig get ég haft mest áhrif á landsmálin og reyna að koma á hluti með þess ég til vera réttar í veg og sanngjarnari og það sem fólk geti haft meiri líka áhrif á því sem er að gerast í þjóðfélaginu. Það er sorglegt oft hvað stjórnmálin áhægslur ríkisstjórnar endurspeglu oft svo langt frá því vilja þjóðarinnar. Það finnst mér að vera mjög ríkjandi í stjórnmálinu sérstaklega síðasta ára. Er það breyting? Finnst þér að hafa verið öðruvísi áður? Mér finnst bara að stjórnmálinu hafa verið mikið niður á við. Rosalega ofsi og rosalega svona fylgisinni að fylgja því það sem að virðist aðra þjóður áhersluður annarra þjóða. Já. Og hvað veldur þessu? Geta verið ýmsar kenningar á því. Já. En mér finnst þetta ekki og sérstaklega þarna hvernig forystan er að bera sig í fjölmiðla. Ok. Hvaða kenningu ertu með gagnvart því hvernig eins og íslensk stjórnvöld virðast einmitt vera svolítið svona fylgispök við áherslumál evrópskra þjóða? Hvað veldur? Fyrst þegar maður vera að pæla í sig, hvernig kerfið, hvernig virkar það? Kerfið er náttúrulega byggjast upp á stjórnarskrá. Það er fyrsta skrefið til þess að tryggja ákveði lágmarksréttindi fólk. Síðan koma lögin okkar, síðan koma reglugerðir. Svo fer maður að stúdera þetta og spekla það. Hvað er rökin í kerfinu og akkur þessi lög eru þarna en samt stendur þetta í stjórnarskráni og slíkt. En það er alltaf langt best að maður að byrja að pæla í ríkis, hvernig við stjórnaríki er að lesa almennilega gegnum stjórnarskrána og ná rökum og það vil nú til að það virðist vera sterkur meiri hluti að núti sem að þarna
greinilega útskýrað fyrir þeim í smáatriðum hverju einasta lið stjórnarskrárinnar miðað við túlkanir sem eru uppi. Nú vilja munum sem kallað túlkanir og annað, en eftir að ég lesi með, ég er búin að pæla mikið í stjórnarskrárinni. Ok, finnst hún ekki nógu skýr, eins og hún er? Hún er skýr, já, en ekki nægilega fyrir þá sem vilja snúðurinni. Finnst hún vera mistúlkuð, eða rángtúlkuð? Já, og að fræðumönnum. En við veitum að fræðimenn hafa nú ekki alltaf rétt fyrir sig, það er bara svolítið svoleiðis. Hvaða fræðimenn? Það getur verið stjórnmálafræðingar og lögfræðingar og fleiri. Það breytir engum máli, ég meina þú bara menn sem sökkva þessi í þessi mál og kynna sig eitthvað. Svo ég átti mig betur á þessu, áttu eitthvað dæmi? Dæmi myndi ég segja sterkast að stjórnarskráin segja að valdsviðin eigi að vera 3. Að valdsviðin eigi að vera 3? Já. Þau eiga náttúrulega að vera aðskilin. Og við erum með þessar löggjafarvaldið, við erum með framkvæmdavaldið, svo erum við með dómsvaldið. Ok. Eru skilin á milli ekki jafn skýr í dag eins og voru fyrir 20 árum? Það er ekki skil. Ok, hvaða leyti? Það gengur náttúrulega seint fyrir því að þú ert með þing sem er skipað meirihluta, sem er þá myndað sig þessi ríkisstjórn eins og við þekkjum, sem er orðið hefð hvernig þið búin til ríkisstjórnir. Já, með meirihluta. Þetta er ekki eins og kerfið er ætlað. Það er samt að fá umboð forseta. Það er forsetinn sem fer með framkvæmdavaldið. Já. Og það er alveg skýrt, annars þetta er enginn að fara á Bessastæði að fá umboðið. Akkurat. Og þarna ertu komið með þá framkvæmdavald sem er alltaf einu stjórnar líka því sem að fyrir gegnum þingið. Og þá er ekki aðskilnaður ef þú ert að reka ríkisstjórn sem er svo með meirihluta á þingi og þá ertu með framkvæmdavald sem getur ákveðið svo hvað verður að lögum. Það á bara alls ekki vera þannig. Þingið á að geta starfað eins þingmenni að geta borið atkvæði eftir eigin samfæringu. Það á ekki verið eitthvað svona mynda sér sterk liðsheildir til þess að halda ykkur ríkisstjórn gangandi. Og svo kemur framkvæmdavaldið og segir, mér langar að breyta þessu lögum. Og við þekkjum þetta. Þú sagðir, nú ætlum við að breyta þessu lögum. Svo er þetta sent við þingið og þá myndast þessi hefð að búið til málþóf. Já. Af því að ef þú ert í stjórnarandstöðu, þá ræðir þú einhver hvað verður lögum. Nei. Þú getur tafið það eins? Já, og þá verðum að spyrja sig á þingi að vera að vinna á þennan máta. En er þetta nokkuð vandamál? Vanti aðskilnaðin? Er ekki orðið þannig í dag að kaupfélagi Brussel bara sendir okkur bunka með lögum sem við höfum að innleiða? Já, þessi bunki vísast sig fyrir að hans er stór og skilst að ákvæðin sem við þurfum að samþykkja er yfir 2000. Já. Og flesta þeirra ná aldrei, vegna smæðu okkar, náum við aldrei skoða þetta. Og mér skilst að ef við göngum alveg í Evrópusambandið þá verður þessi bunki í 16 Þannig að það hefur verið alls konar lög og reglur sem hefur verið að samþykkja hér á landi sem koma frá Evrópu sem við höfum ekki eins og orku í að fara yfir. Nei. Mér er svo minnist þetta Brynjar Níelsson sagði þetta einhvern tíma þegar hann var nýsestur á þing fyrir meira en áratug síðan að var spurður hvernig þetta nýja jobb væri nú að eiga við hann. Já, ég bara veit ekkert hvað að gera en ekkert frekar en allir hinn í þingmennum. Við fáum bara svona bunka frá Brussel sem við nennum ekki eins og að lesa og bara hvetum yttir. Já, svo lennir ekki eins og að lesa það fara á við. Það er bara, flokkurinn segir að það er eitt sem lesa þetta vel og segir, við þurfum að greiða þetta þessu leiðina. Já. Og svo bara fylgja hinn í það. Já. Þannig ég allan að þannig gerði, ef ég væri þingmaður, þá myndi allan að lesa allt sem ég er að samþykkja. Þetta er ekki hægt að fara í nálina en fá sér svona grunn hugmynd hvað þetta fjallar og hvað er að fara að greiða atkvæði með. Það er nú einhverju sem að virðast lesa sem að lauma svo gullhúðunar auka skilyrðum inn í lögin áður en þau eru samþykkt. Já, en við veitum allt sem er lagt fyrir þingið er fyrir fyrstíkjarnir ráðundin og almenningur getur gert aðtöðsinn þar. En það er náttúrulega margur sem veit bara ekkert að því. Nei. En ok, þið langaði til þess að geta haft áhrif. Þú hefur skýra skoðun á því hvernig kerfið er samsett og hvernig það fungerar eða þið finnst það ekki fungera. Af hverju var forsetaembætti það sem að þér fannst vera lógískasti vettvangurinn til þess að hafa áhrif frekar heldur en bara byrja á sveitarstjórnarstígi eða fara að bjóða þér svo frá til þingmennsku eða reyna að komast í ríkisstjórn einhvern tímann í framtíðinni eða hvað? Það er nú bara svolítið svoleiðis að út af því stjórnarvinninu sem hefur verið, hvernig við myndum ríkisstjórnir, þá hefur forsetinn afsalað sig eiginlega völdin. Já. Eða afsalað sig, hann er gefið leiðið að fara með ákveðin völd, mynda það ríkisstjórnum og slíkt. Og forsetinn hefur verið í svona svefnstöðu. Já. Forsetinn hefur ekki verið að nýta sér valdsvið sitt.
til að mynda ríkisstjórnir og annað, hann lætur aðra sjá það fyrir sig og forsetinn bara eins og sumir vilja kalla hann bara upp á pund og ekkert að hafa mikil völdana, ég ætla nú ekki alveg segja sjálfur að hann sé upp á pund en hann hefur ákveðin völd og svo náttúrulega við almenningu sjáum ekki alltaf hvað gerist á bakvið luktundir þannig að það getur vel verið að sumir forsetinn að beita sig meira þar á bakvið heldur en við vitum þannig ég ætla ekki að taka það að það sé ekki gert að einhverju leyti. En hérna, sko einhver tíman heyrði ég svo skemmtilega sagt að þegar við vorum að velja okkur forseta síðast þá værum við í raun og ekki að velja okkur einhvern pólitíkus, við varum að velja okkur sko arftaka Kristjáns 10. Að í raun og veru væri forsetaembætti á Íslandi ekkert ósvipað konungsembættinu í Danmörku til dæmis, að hérna þar ertu vissulega með þetta örlitla hlutverk að vera öryggisventill sko, að geta haft eitthvað neitunarvald en fyrst og fremst verður að velja þér sko sameiningatákn. Hvað finnst þér það sjónarmið? Ég bara ekki sammála þessi. Nei. Það rosalega margir sem vilja einfalda þetta og segja herri, já, við tókum bara hérna einhverju stjórnarskrá sem að Danir gaf okkur og svo breyttu við bara öll í stjórnarskránni sem stóð konungur í forseta. Ég held að það var að fara að lesa stjórnarskránni og breyta þau hugafar í því eftir við múum að lesa það. Þannig bara eins og margur gerir, þeir mynda sér skoðanir á hans að hafa kynnt sér hlutin almennilega og ég skil á sko, þetta er ekkert eitthvað spennandi við efni til þess að vera að fara yfir og maður tristi því bara sem aðrir að segja og mynda sér skoðanir og nú hann heldur betur oft komið ljós að þeir sem eiga að vita betur, vita stundum bara ekki betur og það stærsta hlutverki í þessu er að það stendur að það sem hinn taka út að forsetni að vera hálfpartin valdlaus á Íslandi þetta valdamesta staðar á landinu, það bara staðreind það ekkert ekki mín skoðun en þetta bara leikreglur. Stjórnarskráin var búin til. Þetta leikreglur og ég vil lesa leikreglur. Þá þetta niðurstaðan sem ég fæ. Ég hef nú sagt að ef við myndum segjum til dæmis fara í ykkur borðspilarahóp. Við myndum útbúa hérna þingmenninir, taflkallanir, hérna þetta, hérna leikreglunar sem byggt upp á stjórnarskráinni. Hérna búið til ríkisstjórn, gerið þetta. Geta alveg lofa að niðurstaðan verður aldrei þessu saman sem við erum að framkvæma. Nei. Því að leikreglurnar er einfaldlega að segja það að forsetinn á að sjá framkvæmdavaldið. Hann setur ráðherra, tekur hann embætti og það er raun og veru hefur forsetinn fulla stjórn á framkvæmdavaldinu. Og hann getur ákveðið hversu mikið hann beitir sig, hann fær sér ráðherra og hann ræðir hver fjöldi ráðherra er. Hann getur bara ákveðið, herri, nú ætlum við bara að veita ráðherra þetta árið. Þannig að þetta forsetinn ræðir algjörlega hvað hann fer með þarna. Þessi stjórnarmynduna umboð sem hann leiði þetta myndar ríkisstjórn, þetta kemur ekkert fram í stjórnarskránni. Með engu, en svo vilja þessi sem að vilja segja að þetta er svona átt að vera. Það er þeir sem að mér finnst bara stranglega, bara virkilega miðskilja ákvæði stjórnarskránnar en fyrstu við. Þannig að þess að Íslandi sem sem, nú voru við afsakað, ég man ekki upp á orði núna, en Íslandi sem sem bundið þingbundni stjórn það sem að Alþingi fyrir ég man þetta alltaf utan fyrir nokkur mánuð síðan. En allavega þess að Íslandi sem sagt bundin lögbundin stjórn. Og er stjórnað af lögum. Og þú stjórnar náttúrulega landið með lögum. Og hverju setja lögin? Það er þingið. Þjóðkjörnir fulltrúar. Og þingið setur ákveðið svo hvað verður af lögum. Og hvað gerir svo framkvæmdavaldið? Hvaða heimild hefur framkvæmdavaldið? Staðfesta eða ekki staðfesta? Framkvæmdavaldið hefur það valdsvið að geta framkvæma út úr þeim lögum sem þingið hefur sett. Þannig þingið hefur alltaf stjórnaði hvað verður á lögum og takmarka því sem að framkvæmdavaldið getur gert. En framkvæmdavaldið hefur það eiginlega að þeir geta stjórnaði hvað verður reglugerð og meðan að það fer ekki gegn lögum. Og þessi svið ekkert verið að virka. Þarna eru með framkvæmdavald sem ákveður svo hvað verður á lögum innan á þingi. En sko ég skil, þér finnst leikregluna að vera nokkuð skýrar og það er ekki verið að spila eftir þeim og það fer í taugana en skiptir að máli er heldur að það væri betur og fyrir okkur komið eftir reglunum væri spilað í dag eins og bókstafurinn segir. Þetta fer náttúrulega alls ekki í taugana á mér. Nei. Alls ekki, ég meina ef þetta stæði eitthvað annað, þá myndi ég bara segja annað. Nei, þetta er eitthvað sem að, sko, hafði áhrif á þína réttlætiskennd og þið langaði til þess að breyta þessu. Ég myndi freka bara segja að
þegar maður skilur þetta á þannig veg sem stjórnarskrá, þegar þú býr þig ákveðnar leikreglur stjórnarskrá, þá bara annar liður sem að styðja við hinn og þú sér það og hann í raun og veru neðri liðinu segir ok, þetta getur ekki verið svona út af því að þessi þarna og þessi hér þannig að þú getur ekki verið að búa til einhver fyllingar ennum á milli eins og sumir vilja nú svolítið oft gera búa sér til ný stjórnarákvæði að segja, herri, hún að segja þetta Ok, en var þið þá, sko, var þið alveg fúlasta alvara þegar þú varst að gefa kostaðir til embættis? Já, mjög alvara, en þetta leitið á það að ég vissi alveg það hver staðan ég væri ég vissi það alveg, ég var ekkert að vera eitthvað, þú veist en ég segi það alltaf séns og minn séns snýrist það hvort ég myndi ná einhverju gripi en því miður var ég bara vel veikur þegar þetta var á og náði mig aldrei að skriði þannig lag en maður vissi alveg og svo náttúrulega því ég sótti með memmandur og vissi alveg hvað þessi kostningum snúast við en þegar að fara út í það af hverju ég sé þetta þú veist, maður skilur meira af hverju það svo mikið óregla í stjórnarfari á Íslandi það náttúrulega bara spilast að því að það sumir konum mér of mikil völd sem maður var aldrei ætlast til þess að þeir væri með. Það meira embættismenn þá eða? Men þarna ertu eins og segið, þú ert komið með ríkisstjórn, framkvæmdavald sem að stjórna þinginu. Ok. Og það náttúrulega bara alls ekki við hæfið að slíkt gert. Og hlutin myndi ganga mun betur fyrir sig ef að þingi geti staðið mun sjálfstæðara. Og þá verður hlutir að lögum miklu. Þannig geti komið þess svona þingmaður sem bara einn á þingi og lagt eitthvað frumvartist til hliða og fengi kannski meðbyr með því. En núna þetta svo mikið svona kattasamsleikur að við ætlum ekki að samþykkja þess að stjórnarandstæðan með. Og þetta tvær stríðandi fylkingar, það stjórn og stjórnarandstæð. Í staðin fyrir að þingi getur bara unnið saman í staðin fyrir að vera í stríði. Já, við erum nú samt, þú veist, alltaf með þetta meiri hluta lýðræði hvort sem að okkur líka það betur eða verðs en því það að minni hlutin situr yfirleitt eftir með sárt ennið kúaður af minni hlutin kúaður af meiri hlutanum og svo ég rifji upp þú hefur verið að tjáðir svolítið varandi utanríkisstefnu síðari ára og þú hefur ekki verið alveg sammála henni og þar má alveg benda á nálgun utanríkis ráðherra bæði núverandi Þorgerðar Katrínar og fyrrverandi hennar Þórdísar Kolbrúnar að það hefur kannski ekki verið leitað eftir umboði þjóðarinnar fyrir þeirra aksjónum á alþjóðasíðunni eða hvað? Segðu mér aðeins, kom inn á þetta hættum að förum á sprengisvæði Svona áður við förum í alþjóðamálin þá skulum við klára annað þingið Okay. Þú varst að tala að meiri hlutin þarna sem sagt eiginlega bóla til minni hlutan. Já. Það bara gildir í húsfélögum og öllu. Sko ef þú kýstir forseta, þá náttúrulega ákveða meiri hluti sem að myndast þarna með að fá þennan forseta til staðar. Já. Og hann getur sittið í 4 ár. Forsetinn kemur fram þegar hann bjóðast til kosninga með ákveðnar stefnur sem hann vil leggja fyrir sig. Eins og fólk spyrir mig hvað mér fannst þessa forsetaframboðið, þú veist bara að taka þátt í þessu og ég sagði þetta var bara málefnalaust. Af hálfu hinna frambjóðendana? Já, sko ekki allra en ykkur að... Ef þú fyrir að skoða hvað flesti forsetaframbjóðendur voru að leggja fram og hvað fjölmiðlar voru að spyrja út í. Þetta var bara spurningakefni, bara láta að svara fullt af spurningum og langflestir snýrast bara aldrei nokkuð tíman ykkur málefni. Það var aldrei gefin tími til þess að koma að staði í hvað málefni forseti stendur fyrir. Heldur að sé eftirspurn eftir því? Ég velti fyrir mér sko það sem ég íaði að áðan með bæði biskup og forseta að ólíkt því sem verið hefur í gegnum tíðina að það sé ákall þjóðarinn eftir að viðkomandi verði forseti eða biskup þá var það eiginlega öfugt farið að það mætti færa rök fyrir að þeir sem að börðust hvað harðast fyrir því að verða forseti eða biskup urðu forseti og biskup og það flest atkvæðin fjallu í þeirra skaut. Sko því ég býð mig fram. Eru málefnin endilega að skipta þjóðina það miklu máli? Það skiptir náttúrulega bara öllu máli þegar þú ætlar að ráða höfðingja yfir framkvæmdavaldinu. En fólki kausa það ekki? Ég tala í sem sagt þjóðkirkjunum og slíku. Nei, ég meina bara ég að hugsa forsetakosningarna meira. Fólk var kannski ekki að kjósa pólitísku áherslur þínar eða Arnars Þórs það getur ekki gert það mestu leiti út það veit ekki hverja það eru það færi ekki neitt meðbyrði að koma fram það er enga áherslu. Þetta fjölmiðla ábyrðin sem að það er ekki hægt að skerla þetta ég held að þetta er meira það að við erum svolítið meðvirk við öll þitt minni og mitt
að ríkisstjórnar eru myndið svona. Við vorum ekki nógu gamlir til þess að muna eftir því þegar það voru myndið utan þingskjörstjórn og slíkt. Og þá að spyrja, af hverju var hægt að myndið utan kjörstjórn? Því forsetinn hefur þann heimild. Já. Hann algjörlega höfuð á framkvæmdarvaldinu og forsetinn ræður engu á Alþingi. Þar með getur hann aldrei orðið einhver einræðisherra eins og sumir vilja einfaldarlega. Já, ég sá þarna, við vorum nokkri forsetaframbjóðendur með einhver ákveðna hefsli og segja, hefði bara haldið að þetta verði bara einhver einræðisherra. Nei, ég bara bjóð upp mína kosti. Þú getur valið þig. Ég hef 4 ár til að sanna mig og ef ég stend mér ekki, þá náttúrulega fæ ég ekki meðbyr fyrir næstu kosninga. Það hefur ekki á þingi. Nei. Og því þarna að þú kýsa einhverja flokka sem þú vilt hafa hana en svo ráða þessi bara flokkar því hvernig þeir setja sig saman og hvernig þeir ætla að stjórna hennar. Já. Þannig að þú bara... Það náttúrulega misjandi eftir flokkum sem með mjög lýðræðislegt og gagnsætt í hvernig þeir velja í sínum prófkjörum. En fara svo bara ekkert oft eftir því það sem þeir boða. Nei, svo það. Það bara svolítið mikið. Það eins og ákveðin flokkur sem ég ætla ekki að nefna en ég held að þú hafi nú sterkum böndum þangað. Ég held að, ég veit það ekki. Ég ekki búin að fá neitt því en svona fínslega. En ég segi alltaf við þann flokk þegar menn mikið að diskutera hann. Það segja já. En þetta verður samt vera eini flokkur sem samkvæmur sjálfur sér. Nú ég sjálfur ekki bundin einu flokkum línu og náttúrulega mikið vinnum í þessum flokki náttúrulega samt. En þarna... Og varst að benda mjög hann, það sósíalistaflokki? Ég ætla ekki nefna þig. Ég segi bara, það virðist verið sumi flokki. Ég segi, þeir koma og bóða ákveðin fagnaðarendi og síðan þeir fá völdin, þá bara fara ekkert eftir sínum boðskap. En þessi flokkur, þú veist allan hvað þú ert að kjósa, færð þig og kýsa hann. Ertu ekki að tala alla flokka? Ég ætla ekki að nefna neitt. Nei, en þetta svolítið ábyrgð. Mér finnst meira, með þessari hefð, hvernig við myndum ríkisstjórnar, að vera með að mynda þessar stjórnarandstöður, þá erum við búin að búa þetta svolítið ósíðana. Við erum búin að fá þarna fólk sem lendir á þingi, hefur engin völd, enga getur þess að koma einu á framfæri nema bara í birtingu fjölmiðla eða öðru. Veitir aðhald samt. Ég meina, þú getur líka verið með formann húsfélags, við erum svo gaman að tala um húsfélag. Þú getur verið með formann húsfélags og mjög sterkar stjórn í húsfélagi þar sem að þau ætla bara að knýja gjörsamlega knýja eitthvað í gegn og myndu geta gert það algjörlega óáreitt ef ekki væri fyrir einhverja sem eru ekki innan stjórnar og fengu ekki neitt meiri hluta í síðasta aðalfundi húsfélagsins en ef það pöngast í þá verða allavega þá verður formaður húsfélagsins rosalega óvinsæll og lífið hjá hann verður svolítið leiðilegt ef hann heldur áfram með að knýja í gegn einhverja breytingar eða eitthvað sem að allir eru ósátti við. En þarna ertu með 40% af þingmönnunum. Já. Segjum 30 þingmenn eða hvað að segja, 29, 28 missað þetta í ríkisstjórnum sem lenda í því að þeir eru bara orðin eitthvað svona komin í hlutverk að vera bara áreita og slíkt, í staðinn fyrir að geta unnið bara í frumvörpum sem eru að verða að lögum og geta talað við hina eins og vinir og segja, herri, mér finnst þetta ekki að vera að henda út af þessu og hinu en nú er þetta bara allt eitthvað svona liðaskipting og eitthvað bardagi og ég segi það, ég bara dástaði þeim sem endast í stjórnaðarstöðu að þú getur kannski lendið að vera stjórnaðarstöðu alla þína þingmennsku. Ég myndi að vera ára að vera alltaf einhverju tuði og standa í þessu og hafa aldrei neitt, geta í raun og aldrei gert neitt. Það er örugglega svolítið frústrandi. Já, en þarna, ég vil kenna forsetanum þetta. Þín skoðun svo að þú telur að þingmenn í stjórnarandstöðu þeirra hlutskipti sé mjög leiðilegt að þeir hafi ekki neitt að gera annað heldur en að kvappa í ríkisstjórninni í 4 ár í senn. Svona miður hvernig þetta hefur verið háttað núna síðust ára. Þá gætu við reynilega bara að losa okkur við stjórnarandstöðuna og losa okkur við forsetann og setja bara í pókan og spara okkur peningin og vera þá bara með svona hálfgerðu einræðisstefnu það sem einhverju örfáði flokkar stjórnaði í landinu. Svo má ekki gleyma hvernig við myndum flokka. Það er í raun og veru fólk sem er flokksbundið sem að kýs forsetun sína í sínum flokki og þetta er ekkert rosalega margir einstaklingar sem í raun og veru að hafa áhrif að hverju verða komið til framkvæmda til valds á Íslandi. Finnst þér að það ætti að setja því meiri skorður hvernig flokkarnir mynda sína lista? Nei, ég verð alls ekkert mótið því. Flokkur er ekkert annað en sérhagsmunahópur. Og ósköp eðlilegt að ykkur, og sumir vilja segja, herri, þessi er bara best alltaf fyrir þetta, það er ósköp eðlilegt. Ég meina,
þú myndaði flokk, ákveðna stefnu sem langar að koma á framfæri og berjast fyrir ákveðna hlutinu, hvort þið finnst það rétt eða rangt, það bara kemur okkur hinum ekkert við. Það bara ef að fólk fær meðbyr og kosið á þessum forsendu sem það leggur sér framfyrir, þá ekkert að því og ef að þingið eins og ég samkvæmt stjórnarskránni og meiri sjálfstæðari að þú getur myndast á ákveðinu hópar inn í því sem að hvort þessi flokkur eða annað sem standa saman á ákveðinu málefni en þeir allavega ekki háður því að þurfa að standa saman út af þeir eru ríkisstjórn til að halda meiri hluta. Myndir vilja sjá persónukjör frekar eða? Ég myndir algjörlega vilja sjá það en þú mátt hins vegar alltaf tilheyra það nefnilega það sem að gleyma svolítið við erum með einstaklingskjör á Íslandi. Já. En hins vegar getur ekki komið á framfæri sem einstaklingur. Ég skoða núna í síðustu alþingiskosningar hvort að ég get lagt mitt nafn bara sem sér nafn inn í þetta og þarna kemur svolítið náttúrulega að því að kosningalögin þau eru náttúrulega háð því að þú fyllir upp í lista. Já. Og listin náttúrulega myndar á hverjum flokkur sig og ég get þú veist hver sem getur stofnað sin eigin listabókstaf hann þarf bara að uppfylla þau ákvæði sem til eru því. Já. Og það þarf ekki að vera stjórnmálaflokkur, þú þarft ekki að tilgreina sem stjórnmála. Nei. Það engin, þú hefur ákveðið lýðræði þar í því, en þú ert alltaf bundið því þú voru að fylla listan. Akkurat. Þannig að þú getur aldrei boðið fram sem einstaklingur. En þegar þú ert kosin á þing, komin inn, þá varstu einstaklingakjörin inn á þing og það sýnist þér best í þeirri mynd að nú ákveði ég bara komið nóg á þessum flokki hann ekki mér og ég veit ekki neitt annan flokk sem langar og núna ætla ég vera óháðið þingmaður þú mátt verða óháðið þingmaður á þingi af því þú ert einstaklingskjörin samkvæmt lögum en sko ef þú gerir ráð fyrir að nógu margir séu tilbúnir að kjósa þig á þing sem einstakling þá hlýtur að geta smalað á þann að blessaða lista til þess að geta fengið listabókstafa. En gallin það nú ef að þú setur að neinn fyllir bara upp einhver nöfn til þess að þú veist það ekkert að gera það en mér finnst það bara að það ekki viðeigandi að vera með fullt af fólki í einhverju lista og svo lendur segjum þú fær rosalega meðbyr þetta gæti alveg ekki, sem við erum bara að segja þarna kemur einstaklingur sem sér á lista og búin að setja fullt af fyllinöfnum á lista sem til þess að komast inn til þess að fá listabókstaf það getur ekki þátt í kosningunum síðan lendur ég að hann fær bara gríðarlega meðbyr þá eru konur í þeirri stöðu að hann kannski komið með gríðarlega fjölda atkvæði bak við sig ætla sér svo ekkert að setja hina þingmannina inn á þingið og þar með vantar atkvæðin upp á þessi hini komist til þingi sem eru að bjóða sig fram með öðrum listum og ef þú vilt halda í þetta kerfi þá þyrftir að vera með einhver ákveðin hlutfall sem að þegar þú er búin að uppfylla ákveðin mörg atkvæði þessi einstaklingur að þau myndi þá dreifast þá niður á hina en auðvitað væri mun skálegra að hafa tveggja eða þrepa þinga einhverju svona þrepa skipta þingkosninga það sem að þú byrjar bara í þínu innstu héraði þú veist hvort að þú vil kalla hreppi eða sýslu og það fyrst ákveðið hver með að fara að bjóða sig fram að fólk kjósi þar og síðan skrifar þessi upp og þannig að bara þinn út listan við getum náttúrulega ekki verið með 1000 manna lista það er enginn að fara að kynna sem málefni einstaklinga á þann veg. Ég held að hafi verið að nýta þér rangan vettvang, það er mín persónulega skoðun að bjóða þig fram til forseta þegar ég fer ekki ofan af því að það hefur í gegnum tíðina haft frekar flæmandi áhrif frekar heldur en hitt þegar forsetaframbjóðandi hefur verið of málefnalegur af því að þú fórst nokkuð djúpt í málefnin í þínu framboði og það gerði Pétur K. Hafstein á sínum tíma líka og það gerði Arnar Þór og það er fullt af fólki sem hefur gefið kost á sér til forseta og lagt mikla og ríka áherslu á neitunarvaldið og á stjórnarskrána og fólk kjósendur hafa bara hafnaði þeir vilja bara miklu frekar svona, sameiningatá, veislustjóra, eitthvað? Það er það sem að fólki hefðinni er búin að mynda og það er bara frekar sorglegt fólki ekki, þú veist, það er enginn að fara að kynna þessi stjórnarskrá meiri hlutin gera það ekki það átta sig ekki á því hvað þeir eru að kjósa en þú getur alveg lent í því að þú kýsi eitthvað til forseta svo allt inni bara, hann er ekki búin að segja neitt fyrirfram hvað hann leggur sig fyrir hvaða hugmyndan hann hefur embættið og getur bara komað hann inn og allt inni bara snúi öllu á kólfi eins og við þekkjum það og fara stjórna eftir stjórnarskráni ég er með þetta vald, ég má stjórna framkvæmdvaldinu ég ræði hver verður ráðherra hvort þessi utan þings eða á þingi og þá bara situr fólk býtu, hvað var að gerast?
En ertu vonsvikinn út í kjósendur fyrir að hafa ekki mikinn áhuga á lýðræðislegri þáttöku eins og þú sjálfur? Nei, alls ekki, sko. Ég tók, eins og ég lenda hann í 101 atkvæðum, enda að vera næsta slagur í 101 ekki bara póstnúmer. Nei. Þannig ég alveg rétt og breytt bak og slít og tók þetta ekkert persónulega gegn mér. Það verður bara í svona einstaklingskjörningum. Það verður ákveðin meðbyrjun áfylgju og þú verður ákveðin afgangur. Og þessi kosningar, því ég sótti meðmælendur, þá var þetta bara rosalega annarkvæmt ætla fólk að kjósa Katrínu eða það ætla að kjósa á móti Katrínu. Og þá var gríðarlega algengt þegar ég lenti, og ég fór sjálfur og fekk langt flesta mína meðmælendur. Ég uppfyllti sem sagt lágmarksskilyrði til þáttöku í forsetakosningum með undirskriftum. Ekki rafrænum. Nei. Og þannig finnst mér að það á að vera. Þegar þú gerir þetta, þá ferðu út og kynnist fólkið, fær að heyra mér á. Þess fólk hjáir sem meira miklu undir 4 augum heldur en að gerir í hópi, ykkur hópfundum og slíku. Já, þú þarft nú ekki endilega sjálfur að fara að safna þessum undirskriftum þó að séu í penna. Það er ekki skilyrði, en auðvitað ætti að vera ákveðin lágmarksfjöldi sem að forsetaframbjóðandi fyrir sjálfur að safna sér. Af hverju? Til þess að hitta fólki og sjá hvað það hefur, hugað það hefur. En hver er þjóðin? Ef ég hefði verið að bjóða mig fram og ég hefði vitað annað forsetaframbjóði og ég hefði séð hvernig hugur hjá þjóðinni hefði verið, ég hefði dreigið frambjóðum mig tilbaka. Af því þessi kosningar gjörsamlega endurspeglaði hvernig hugarfarið var í þjóðfélaginu. Þegar það ekkert að skipta máli hver er næstur, ég ætla bara að kjósa þann sem er næstur til þess að hinn verði ekki forseti. Það er ekkert ólega skemmtilegt kosningar. Ég bara hugsa með það sko að hversu vel maður heyri sko eða getur tekið púlsinn hjá þjóðinni með sko ef ég myndi til dæmis fara og safna undirskriftum fyrir sjálfa mig og þá myndi ég fara á fótboltaleik hjá dóttur minn og ég myndi hitta foreldrar sem eru svona svipað gamlir og ég myndi fá þá að kvitta og hvað finnst þér. Þú veist, ég væri alltaf fastur í einhverjum ákveðnum bergmálshelli eða þá, þú veist, ég veit ekki standa í kringlunni milli 5 og 7 og hitta þá líka ákveðna demografíu af fólki sem að kannski endurspeglar ekki algjörlega hvernig þjóðin hugsa. Af því það er bólan þín. Já, það er mín bóla. Já. Og hvað þarf það að gera? Ég hitt aldrei Jón og Gunnu í Grávaænum. Það er eins og ég gerði. Já. Ég fór á vinnustæði. Já. Ég bankaði upp á heima hjá fólki. Og þá er ég komin út fyrir mína bólu. Ég get alveg að stundum kom fólk alveg rosalega mér óvart og maður getur dæmt náttúrulega útlitið og öðru. Já, fórstu svona kallt? Fórstu bara á milli húsa? Ég bankaði bara dyr. Það er ekkert annað. Já, þannig að og varstu sjálfur að safna öllum þessum ég gerði þetta allt einn og því ég er sóló. Já. Ég er bara ákvað, ég ætla að gera þetta einn og ég stend á sterkar skoðanir á því að maður á ekki að vera að fá fé frá utanaðkomandi til að koma sér sjálfur sig að framfæri í svona embætti. Það á bara að vera þannig þegar þú er búin að uppfylla lágmarksskilyrði til þess að verða forsetaframbjóðandi, þegar þú er búin að samþykkja sér forsetaframbjóðandi, það eiga alla frambjóðendur að fá x fasta upphæð til að nota í sitt frambjóð. Fasta upphæð frá hverjum? Frá landskjörstjórn, sem frá okkur fólkinu, ríkinu. Þess landskjörstjórn hefur þá heimild til þess að veita fjárveitingu til hvers forsetaframbjóðandi sem kemur, til þess að nota í auglýsingaskyni eða hvað sem þeir vilja. Og hvort þetta sé 5 milljónir, 10 milljónir, það er ekki það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli er þú fær fasta upphæð, allir standa á sömu velli og síðan skoðanakannanir eru óheimilar á forsetaframboðstímabili. Ég er svo hróplega ósammála þessu að því að ég bara en nú eru svo marga aðra þjóðir sem eru sammála þessu. Já, ég bara svo í prinsipinu er ég á móti ríkisstyrkjum við stjórnmálaflokka, við stjórnmálaöfl og við reyndar fjölmiðla líka. En þarna eru það einstaklingar sem eru búin að uppfylla ákveðin skilyrði og annarkvort má vera engin peningur eða einhver upphæð og standa allir sama vígi. Skoðanakannir er alveg bannað. Nú hefur þú veit talsverðan tíma í Danaveldi og gerir þá grein fyrir að þeir banna skoðanakannir eftir ákveðin tímabili. Já, ég skil svoleiðis ramma sko. Þetta endurspeglar rosalega því þegar þú ert að greiða atkvæði þá ekki að fara að hugsa þetta kænsku, ég ætla að koma í veg fyrir að þessi veri, þú bara finna þennan einstakling sem passar við þig og halda þig þar. En meirihlutinn gerir það ekki. Það endurspeglar algjörlega í því sjónvarni að hverjir eru það sem fá flest atkvæði í svona einstaklingskosningum. Það eru þeir sem eiga mesta féðið í kosningabaráttunni sinni. Auglýsa mest. Já, það er svo sem alveg rétt. En þú náður að reka þína kosningabaráttu bara á loftinu einu eða ekki? Ég eitti 62.000 krónur með frambúða. Já. Og mér eigið féð, minn eigin tími. En svo óbeilandi ákveðni, manstu ekki þrjóska heldur ákveðni?
Ég meina, þetta var brákið, þetta var ekkert auðvelt. Nei. En ég hins vegar, það má segja að mér hef tekist á nokkuð góðum tíma samt að gera það. Ok, ef þú væri forseti í dag, hvað myndirðu gera, hvað væri þitt fyrsta verk, fyrstu vikuna frá með deginum í dag? Frá deginum í dag? Já. Það að reyna að fá þingið. Þingið skiptir náttúrulega öllu máli í þessu landi. Það vinni, hver þingmaður getur haft ákveðin áhrif og getur greitt atkvæði eftir sinni samfæringum. Og við vitum alveg það ekki hægt og því þú tilheyrir flokkið, þá voru að greiða með þeim. Og enda eru alltaf fréttir þegar þeir greiða ekki með þeim. Það voru allt bara hvað í gangi í flokknum og það hlýtur eitthvað rosalega í gangi. Þú þekkjum það alveg, þannig að ég myndi reyna, þú veist, það rosalega erfitt að ég ekki hrifinn að umkóla hluti. Okay. Þannig að fyrst þarf maður að taka svona mjúka lendingu og bera aðalega þetta hægt rólega hináttina. Og ef við viljum hafa svona flokkakerfi, þá myndi ég mæla með því að við í framtíðinni þá verður minni hluta ríkisstjórn. Alltaf. Af því að það ekkert að ganga að vera með meiri hluta ríkisstjórn sem stjórnar þá þinginu. Ég persónulega finnst að stærstu mistök í stjórnarskránni ákvæði það sem kemur fram að ef ráðherra einnig þingmaður þá megi hann greiða atkvæði með frumvarpinu. Já, það eitt, en akkur minni hluta akkur vilta minni hlutin ráði frekar heldur en meiri hluti? Af því að valdsviðið vera aðskipt. Það verður aldrei aðskipt ef þú ert með meiri hluta sem stjórnar á þingi. Ég bara hugsa sko akkur átt ekki að endurspegla bara meiri hluta eða vilja meiri hluta þjóðarinnar? Já, það endurspegla aldrei. Þú ákvæðist ekki hvaða flokkar sameinast til þess að búa til ríks. Það alveg punktur. Já. Þannig að við erum ekkert með eitthvað lýðræði þegar kemur að því hverju sita í ríkisstjórn. Við erum bara með flokkar sem ákvæði þar og þessi fólk sem eru komin úr þessu flokkum voru kostnaður sínum flokksbundnum félögum í sínum atkvæðagreiðslum. Þannig að það ekkert rosalega mörg atkvæði á bak þessu. Og þá getur að fara líka út í það þegar kemur þegar kosið, það ekkert rosalega margir sem í raun og veru að kjósa. En hvað myndur þú vilja sjá, ok, þið langar í svona kerfisbreytingu, en hvað finnst þið vera svona í ólestri helst á Íslandi í dag sem að pólitíkin getur haft áhrif á? Það sem ég myndi vilja helst að sjá er þegar þú ert komin í svona embætti, hvort þessi þingmennska og aðalega ráðherra embætti, að þú lærir að tjá þig opinberlega og ef þú hefur mikla gagnrýni gagnvart aðra þjóðir, þá á það heima í sendiráðum og sérfundum og lokaðum fundum. Það á ekki að vera gaspara í fjölmiðla og niðurlúta aðra þjóður. Og það kannski bara stórþjóður og þetta hefur verið tíðkast svolítið sérstaklega hérna hjá utanríkisráðherrunum sem hefur verið núna sitjandi síðustu. Heyrðu, Eiríkur minn, þakka kærlega fyrir að koma. Eiríkur kafari, rafvirki, vélvirki, stýrimaður, vélstjóri, ofurhjólari, hverju að gleyma og náttúrulega lifðir af eitt mannskæðasta sjóslið síðustu ára. Hvað það? Vélvirki, rennismiður, stýrimaður, velfræðingur, rafvirki, rafvélavirki og tæknikunarkanir og forseta frambjóðandi. Takk fyrir komuna. Og hver veit neist, maður alltaf halda áfram að læra, það ekki? Yes, takk fyrir þetta. Takk sem leiðisvinur.